Herri, ég ætla að sýna ykkur hvernig við gerum dispersion effect og svona dæmi um það. Takk eftir bara hvernig bakgrunn er á öllum þessum myndum. Það er mjög gott að hafa svona einsleitan bakgrunn. Og hérna er ég með eina slíka mynd og við ætlum að gera þetta dispersion effect. Nú byrjum við því að gera bara afrit af myndinni og ekki bara eitt afrit heldur tvö afrit. Þannig að eitt getur látið bara heita afrit og bara slökkum á því. Ekkert að vinna með það, bara ef allt verður rugl og þá höfum við það þarna tilbúið. Hin tvö að þá ætlum við að vinna aðeins með. Byrjum að vinna með efri layerinn. Þannig að það sem við ætlum að gera núna er að við ætlum að bara nota almennilega bursta. Við ætlum að nota þetta tól sem heitir Warp Transform, sem maður notar oft til þess að gera svona skrifamyndir. Og hérna er valið Move Pixel og það sem við ætlum að gera er bara að taka vinstri hliðina á Usain Bolt og teygja hana til hliðar. Dunda sig bara við það að teygja hana bara vel til hliðar. Því að þegar maður gerir dispersion effect þá horfir maður í gegnum mynd, það er þessi aðra mynd af Bolt og þá er maður að horfa á þessa hluti. Þannig að maður sér þessa litlu kassa eða þríhyrninga eða svoleiðis í dispersion effect þá er maður í raun og veru að horfa á þennan part sem við erum að strekkja núna. Ekki myndi bara vel. Því lengra sem þið vilja fá dispersionið því meira þurfið að draga þetta til hliðar. Þannig að þetta er örugglega bara orðið nokkuð fínt. Ok, slökkum núna á honum og gerum eitt. Við skulum taka þennan layer, skrýpa myndina af Usain Bolt og dragið hann, þannig að hann sé fyrir neðan, ég ruglaðist. Skrýpa layerinn, hann á að vera hérna neðst niðri. Ok, þannig að þið sjá að hérna er skrýpa layer, hann er hérna neðst niðri, en við ætlum að vinna hérna á myndinni sem er hérna eðlileg, upphaflega myndin. Og við þurfum núna að stroka út og við ætlum að stroka út vinstri hliðina partinn af Bolt og við verðum að nota sérstakan bursta. Og burstin sem hendar fyrir þetta að hann heitir, maður getur smellt hérna á milli til þess að skoða heitin og hvernig þess líti út. Þannig að hérna er layer, bursti sem heitir Splats 2. Hann lítur eiginlega svona út og við erum bara með hann svona og við bara byrjum með strókleður og það getur smellt svona eitt og eitt svona. Það sem maður vil síðan gera er að maður vil halda henni og stróka algjörlega út kantinn á Bolt. Maður vil ekki sjá útlínur hans, hvar þar eru nákvæmlega. Og þetta er eins og segja, þetta er svolítið dúll að vinna við þetta. Strókum þar bara alveg út kantinn. Kannski nota hérna aðeins þægilegri bursta til þess að taka út endan. Þá getur bara notað hérna svona venjulegan bara eyða út kantinu hérna. Einhvern veginn svona. Ok. Herðu, gott og vel. Það sem við viljum núna gera er að við viljum
horfa í gegnum þennan layer og sjá skrýpamyndin okkar. Og alltaf með horfa gegnum layer þá þurfum maður að bæta við layer mask. Þannig við hægri smellum á þennan layer sem við erum að vinna í hérna. Gerum add layer mask, bara add, þá poppar upp þessi kassi hérna hliðin á myndinni. Við höfum smellt á hana. Núna ætlum við ekki að stróka út, heldur ætlum við að lita með penslinum og við förum hérna aftur og finnum burstan sem vorum núna á áðan sem heitir hérna Splats 2. Við höfum kannski aðeins stærri og það er svolítið að prófa samfram með þessar stærðir af penslinum og síðan bara fer maður hérna og smellir á einstöku stöðum. Kannski þetta of stór pensil, það geti verið. Hérna sér maður alveg útlínunar, hvar maður dróði þetta út. Og maður getur alltaf farið í hinn leginn og smellt á þennan skrýpalegir og dregið þetta ennþá meira til hliðar. Ef maður vil láta dispersionið fara það langt. Ég getur kveikt aftur einu. Lítur þetta svona út. Ég vil gera þetta ennþá lengra. Svona. Prófum þetta. Já, þannig komið svona eitthvað nærlegi svona dispersion effekt.